þriðja mál á dagskrá sem umræða samgöngusamninga við starfsmenn Reykjavíkurborgar. Og þá tekur borgarstjóri fyrstur til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kveð mér hljóðs hér út af samþykkt samgöngusamninga við starfsmenn Reykjavíkurborgar. Þetta eru nokkur tímamót en sem fela í sér að teknir verði í notkun hjá Reykjavíkurborg frá með 1. september næstkomandi samgöngusamningar sem eiga að ýta undir og hvetja til þess að fólk komi með vistvænum leiðum til vinnu. Og þar er átt við að koma ekki á einkabíl 3 í viku eða oftar og greiðslur vegna þessara samgöngusamninga munu nema 72.000 krónum á ársgrundvelli fyrir starfsfólk í 50 til 100% starfi en 36.000 króna fyrir starfsfólk í minna starfshlutfalli en þó yfir 33%, þar að segja 33 til 49. Markmið með samgöngusamningunum eins og sjá má hér á glærum er að auka hlutfall starfsfólks sem nýtir sér vistvænar samgöngur til ferða til og frá vinnu og þá í kjölfarið í ferðum á vegum vinnuveitenda. Þetta er í raun hluti af heildarhugsun og við skulum vera undir það búin að bæta við til dæmis rafmagnsbílum og rafmagnshjólum á völdum starfsstöðvum borgarinnar til þess að fólk sé ekki háð því að þurfa að hafa eigið farartæki til þess að gera eitthvað innan vinnutíma. Um er að ræða formlegan samning milli vinnuveitenda og starfsmanna sem kveður á þetta og samkvæmt skattareglum þá teljast þetta ekki til skattskyldra hlunninda að uppfylltum skilyrðum ferðamáta. Með undirritun samgöngusamnings skuldbindur starfsfólk sig til að nýta vistvænar samgöngur til og frá vinnu en það í raun slær margar flugur í einu höggi. Í fyrsta lagi að þá er þetta hluti af loftslagsáætlun borgarinnar, í öðru lagi að þá getur þetta verið liður í að létta á umferð og álagstímum í höfuðborginni og höfuðborgarsvæðinu því að það er ekki aðeins að það eru mörg þúsund manns sem eru starfsfólk Reykjavíkurborgar heldur viljum við með þessu senda skilaboð til annarra stórra fyrirtækja og hvetja þau til þess að gera það sama. Sum þeirra hafa þegar gert það en styrkurinn að hann jafngildir í raun nokkurri kjarabót en er ætlað að standa undir kostnaði vegna vistvæns ferðamáta eins og til dæmis fargjalda með strætó. Þetta dugir fyrir áskort og rúmlega það, fatnaði eða reiðhjóli eða öðru. Þetta er í raun ekki aðeins loftslags- og umferðarmál, heldur líka lýðheilsumál og athuganir sýna raunar að fyrirtækjum eins og ÁTVR sem fékk samgönguverðlaun Reykjavíkurborgar fyrir nokkrum árum þá stuðlaði samgöngusamningar að minni veikindum og minni veikindafjarvistum hjá starfsfólki. Þá er þetta í raun góð viðbót við manneskjulega starfsmannastefnu og kemur til móts við starfsfólk sem kemur á góðan hátt til vinnu. Við vitum að alltaf þriðjungur starfsfólks er nú þegar á réttri leið varðandi vistvæna ferðamáta en vonast til þess að allavega sá hópur og helst fleiri stökkvi á þetta tækifæri og haldi því áfram en það er að jafnaði þriðjungur starfsfólk sem nýtir sér samgöngusamninga hjá stórum fyrirtækjum í Reykjavík sem eru að nota þetta núna eftir því sem við getum komist næst. Það verður lagður viðauki fyrir borgara og borgarstjórn vegna þessa máls þegar liggur fyrir heildarfjöldi starfsfólks sem í aðdraganda 1. september en kostnaðarmatið sem fylgdi málinu stillir upp 3 sviðsmyndum, 30%, 50% og 70% þátttöku til þess að borgarráðsfulltrúar
og borgarstjórn hefðu vísbendingu hvað þetta gæti orðið. Nú, það verður farið í fræðsluátak fyrir stjórnendur samgöngusamningana. Það verður dregið fram hvað ólíkir ferðamátar kosta. Strætó og leiðakerfi strætó verður kynnt og strætó hefur þegar sýnt áhuga á að taka þátt í innleiðingunni. Nú, við minnum á loftslagsstefnuna í þessu samhengi að sjálfsögðu, en leið að þá undirstrika ég það að mér finnst eðlilegt að huga að bæði aðgengi starfsfólks að einhvers konar rafrænum farartækjum til þess að nota á vinnutíma og eins aðstöðu fyrir hjólandi og annað slíkt. Lengra verður þetta ekki, en það ekki laust við að manni finnist að nokkur tímamót sé að ræða því að þetta hefur lengi verið rætt, en núna þetta loksins orðin veruleiki. Það borgarstjóri lokið máli sínu og ekki fleiri sem ákvæða sér. Og ekki fleiri hafa hvatt. Já, einn borgarfulltrúi hefur beðið andsvar við ræðu borgarstjóra, það er Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi. Frú forseti, ágæti borgarstjóri, þetta mál var einmitt lagt fyrir í borgarráði síðustu viku þar sem að ég satt hjá, sem þýddi samt ekki endilega að ég væri mótfallin þessu, heldur tel ég alveg að þetta uppfylli skilyrðin sem að var verið að leitast eftir varðandi loftslagshópinn og samgöngumarkmið Reykjavíkurborgar og allt slíkt. Það sem ég velti fyrir mér kannski devil's advocate, eftirlitið með þessu, án þess að við séum að fara að vera með halda borgarstarfsmönnum í einhverju spennitreyjum það hvernig sé að koma til vinnu. En til dæmis eins og þeir borgarfulltrúar ekki borgarfulltrúar, þeir borgarstarfsmennirnir búa í úthverfum, erum við að tala um að samgöngustyrkurinn nái því að þeir keyri í Mjóddu, leggi þar og taki strætóinn í vinnuna, eða er þetta alveg frá heimili og að vinnu? Erum við búin að hugsa þetta eitthvað? Er þetta borgarstjóri það sem verður lagt fyrir í borgarráði kannski í næstu viku, eitthvað svona nánari skýringar á þessu? Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og andsvara svara borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Með þetta farið eins og aðrar í raun vinnuskyldur að þetta samningur sem þú gerir við þinn yfirmann og fellur undir bara almennt eftirlit með störfum starfsfólks og þarf ekki að koma upp neinu sérstöku eftirliti. Ef einhver leggur við gömlu kaffistofun og kemur síðan með strætó í bæinn eða mjóddina, þá getur það alveg létt á stórum umferðaræðum eins og hann byggir Mjódd. Þannig að ég held að við myndum bara fagna því. Þó að ég sé ekki viss að það sé raunhæft, eða þá einhver taki strætó í Mjódd, taki hjólið sitt í Mjódd og taki strætó þaðan. Ég held að leiðirnar til þess að ferðast borgina séu margvíslegar, en ef þú kemur skilur bílinn eftir heima þrisvar eða oftar í viku, að þá getur þú fengið samgöngustyrk, og út af það gengur þetta. Og ég held að við höfum ekkert að vera og þurfum ekkert að dramatísera þetta umfram annað í starfsmannasambandi starfsmanna og yfirmanns. Þetta fellur bara þar að og ég treysti starfsfólki borgarinnar fullkomlega til þess að fara eftir þessu og fylgja þessu. Heldur þessi gott tækifæri fyrir alla? Já, ef borgarstjóri lokið við að svara andsvari og andsvara öðru sinni, kemur Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi upp. Hún kemur upp í andsvara öðru sinni. Já, frú forseti, borgarstjóri og borgarstjórn. Ég þakka borgarstjóra fyrir þessar skýringar. Ég vil bara árétta það og beina því til borgarstjóra sem kemur til áframtíð borgarlögum sem þeirra sem sjá þessa samninga, að það mjög mikilvægt, þannig að við erum auðvitað að ráðstafa fjármunum okkar skattgreiðenda
í þessa veru. Við getum líka notað þessa fjármuni bara með því að segja þess að ókeypis í strætó einhverja x daga á ári eða þvíumlíkt, bara fyrir alla borgarbúa, þannig að allir sé að nýta sér. Þannig að þegar borgarstjóri talar að heiman, að það einmitt það sem ég var að spurja, getum við keyrt í Mjóddin og farið þaðan, og ég alveg sammála, það léttir einmitt ákveðnu leiðum, en það verður að vera vel útfært í samningnum svo að þessi starfsmenn sem að þetta nýta sér verða ekki fyrir einhverjum, fari ekki að fá einhverju óþarfa eftirliti eða hártogunum það hvernig þetta er. Þetta verður bara að vera vel útfært í samningum, og ég treysti borgarlögmanni að þessu sjá samningur gerði að gera það. Ég vil bara að þetta komi skýrt fram sem afstaða mín í þessu máli. Takk. Já, það er Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar öðru sinni. Andsvarinu telst lokið og næst tekur til máls Áslaug María Friðriksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar. Mér langar nú bara að tjá mína skoðun á þessu máli. Ég held þetta sé jákvætt, mjög jákvætt að reyna að hvetja fólk til þess að ferðast á vistvænan hátt og velja almenningssamgöngurnar eða ganga eða hvernig sem það nú er. En ég segi samt tek undir með borgarfulltrúa Sveinbjörgu að það mér finnst kannski bara því ég var heldur ekki, hef ekki fengið umræðuna að því ég hef ekki setið í borgarráði, en það er einmitt með eftirlitið og útfærsluna sem að það er fullt af spurningum sem vakna, og svo auðvitað það að borgin þarf náttúrulega líka að ganga fram með góðu fordæmi og ætti auðvitað semja svona við sína starfsmenn, en erum við að fara fram á það að fyrirtæki borginni semji við sitt starfsfólk líka, sérstaklega stóru fyrirtækin, til þess að létta nú á umferðinni. Það er öllum, náttúrulega bara öllum til góðs. Þá mætti líka alveg fara að hugsa aðra leiðir, og það væri til dæmis að taka upp einhvers konar styrki til minni fyrirtækja sem að vildu hugsanlega gera eitthvað svona og leggja borginni lið í því að ná fram loftslagsmarkmiðunum eða eitthvað slíkt, en við myndum hugsa það hvernig við gætum aukið þátttökuna ennþá meir og hvatt þessi minni fyrirtæki sem hugsanlega hafa ekki það ráðrúm að geta í raun og veru hækka launin með þessu hætti, en við getum hugsanlega létt þeim lífið með því að opna einhverja dyr. Nú er þetta verið að styrkja alls konar hluti og ég get ekki séð að þetta sé endilega það vitlausasta sem að mætti gera, og bara legg til að þetta verði að við fáum að sjá væntanlega útfærsluna þegar hún kemur. Ég veit ekki hvort það verður umræðu hér í borgarráði, en það yrði þetta gaman að fá að sjá þetta svona meira unnið en það er. Það er Áslaug María Friðriksdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu, og næstu tekur til máls Magnús Már Guðmundsson, borgarfulltrúi. Frú forseti, ágæta borgarstjórn, ég verði náttúrulega ekki verið til að lengja hans fundin, ágæta fund, komið hér upp til að fagna þessu skrefi sem var tekið í seinustu viku, sem ég fengi fín viðbrögð frá starfsfólki og öðrum, flott skref sem þarna er tekið, eins og borgarstjóri kom inn á, þá er þetta starfsmannamál, lýðheilsumál og umhverfismál, kemur inn á loftslagsstefnu borgarinnar og leið aðalskipulag til 2030. Þannig að það er margt, allt raunur bara jákvætt sem hér er á ferðinni. Við höfum að gera vel við starfsfólk okkar. Margir nú þegar er að nota vistvænar samgöngur á leið sinni til vinnu. Þannig að umræða bara hérna búbót fyrir þann hóp, en vonandi stökkva fleiri á þennan vagn og fylgja með. Við eigum að, eins og segja, gera vel við starfsfólkið og ekki bara þarna heldur, með því að þeim bjóðist að fara fritt í sund og nýta sér menningarstofnanir borgarinnar og svo framvegis.
Það var ágætur stórfínn ársfundur Orkuveitu Reykjavíkur sem fór fram í Iðnó í gær. Þar var þessu framtaki borgarinnar fagnað og góður og líflegur fundur. Þar talaði stjórnarformaðurinn Brynhildur Davíðsdóttir meðal annars í erindi sínu losun gróðurhúsalofttegunda og mikilvægi þess að draga úr þeim, meðal annars með minni notkun einkabílsins, og í afar líflegu erindi Hólmfríðar Sigurðardóttur, umhverfisstjóra Orkuveitunar, komin inn á að þegar horft á kolefnislosun án losunar frá virkjunum að þá sé komi helmingurinn frá úrgangi og hinn helmingurinn frá samgöngum, þannig að það séu gríðarleg tækifæri og til mikils að vinna með breyttu mynstri þegar kemur að samgöngum. Og þetta tónar eins og áður sagði við aðalskipulagi. Þar erum við með markmiði til 2030 að draga úr umferð einkabíla úr 75 eða 6% niður í 58% og auka hlut annarra eins og almenningssamgangna og hjólandi og gangandi umferðar. Og ég vil þá bara ítreka það hversu jákvætt og gott skref þetta og við erum hér að stíga svona vera öðrum fordæmi og sem stærsti vinnuveitandi landsins. Hér snertir þetta gríðarlegan fjölda starfsmanna og útfærslan sem var farin að lítill hluti sem verkefnina ekki til. Þannig að þetta ákaflega spennandi og gott mál. Takk. Magnús Már Guðmundsson, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri hvatsil. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, næstur á mælendaskrá. Lengi. Tekur næstur til máls undir þessum lið. Já, forseti og ágæta borgarstjórn, ég ætlaði bara að fagna þessu og það er dálítið langt síðan var rauninni mjög langt síðan að hafa byrjað að tala það hversu æskilegt það væri að fyrirtæki almennt í borginni settu sér svona samgöngusamninga eða gerðu samgöngusamninga við sitt starfsfólk og það hafa verið nokkur einkafyrirtæki, ekki síst nokkur verkfræðifyrirtæki og bankar hafa staðið sem býsna vel í þessu dálítið langt síðan þau byrjuðu og þess vegna það svo gott að borgin langstærsti vinnustæðurinn skuli hafa náð þessu og satt að segja þegar að við byrjuðum að tala þetta fyrir þó nokkuð löngu síðan að þá virtist þetta vera svo óendanlega flókið. Það voru kjarasamningar og þetta var eitt af því sem að einhvern veginn kerfið sagði nánast fyrirfram nei. En nákvæmlega þess vegna það þess meira fagnaðarefni að á endanum reyndist ekkert flókið. Það var bara hægt að gera þetta, þó ég efast ekki að það hefði þurft að pæla margt og leysa margan vanda til að komast að þessari niðurstöðu. En auðvitað styrkir þetta borgina til þess að fylgja fastar eftir sínum markmiðum í umhverfis- og loftslagsmálum. Þannig að þetta dálítið mikið gott skref sem verið að stíga núna. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og ekki hafa fleiri hvatsil hljóðs undir þessum lið og telst umræðum hann lokið. Við göngum til liða númer 4 og útsendi